Komið nú sæl. Það gaman að vera með ykkur í dag. Hér á þessum stað, sem nú að vera svolítið kunnugur. Allavega þeim sem hafa verið að fylgjast með þessu, og það nú alltaf ykkurir. Þeir sem að vilja svona vera betur að sér í orði Guðs, þeir fylgjast með orði Guðs og gera góðan róm að, vegna þess að einhvað hjartatetrun okkar svona hvetur okkur svo litið til að vera meira þar sem þetta ágæta fallega orð er kveðið. Og hér er einn af fjölmörgu stöðum sem það gerist á og við auðvitað veljum, nú eða höfnum, ef við viljum. En það getur Guðsmaður aldrei hvatt til að menn geri. Hann lítur alltaf að hvetja menn að þessu borði vegna þess að annað betra hefur hann ekki að bjóða. Það er nú bara þannig. Og þess vegna líka ekki bara vegstrúin, heldur eflist hún á alla vegu vegna þess að við erum að sækja í þetta. Og orð Guðs er þannig gert og þannig vaxið að það hefur í sér hennar vaxtar möguleika. Það er að segja, ef þú sækir þangað, og því ræður þú alveg sjálfur og sjálf. Og það er í og með hvatning okkar kristnumannana, engin skipur, það er aldrei skipanir í Guði, að vilja vera þarna, og þannig er Guð, hann vill að þú sért viljugur hjá sér. Og þannig vinnur hann vinnur ekki með neinum öðrum hætti því hann er algjör andstaða alls sem er í heiminum sem skipar og skammar daginn út og inn. Gerðu þetta eða hafðu verra af, gerðu hitt eða hafðu verra af. Þetta eru svona hótanirnar sem heimurinn er fullur af og þekkir ekkit annað og notar sem við stjórn tæki. En Guð er ekki þar. Hann er fullur af kærleika og kærleikurinn er allt öðruvísi en allt sem við þekkjum. Án kærleikans, segir drottinn, við getum verið upp í full upp í rjáfur af orði Guðs og trú, en ef við höfum ekki kærleikan til að smyrja yfir þetta með, þá erum við ekki neitt. Þetta segir orð Guðs. Eins og Páll segir, þá væri ég ekkert ef ég hefði ekki kærleika. Og það er heilmikið sannleikur til í þessu og eitt af því sem við þurfum að meðtaka fyrir okkur sjálf. Við bendum á þennan, við bendum á hins, segjum það. Þessi þyrftu nú eitthvað að kærleika meira og ég er alveg vissum að það er rétt, en hvað með okkur sjálf? Við höfum aldrei verið að benda á aðra hvað þetta var það. Við bendum bara á okkur sjálf, við skoðum okkur sjálf og tölum okkur sjálf og spyrjum okkur þessara spurninga. Hvað er mér ábóta á hann í kærleikanum? Og drottinn hvetur okkur, það eru heldur engar skipanir. Hann hvetur okkur til þess að þekkja okkur sjálf vel. Hann er bara allur gangur á því, minn kæri, hvort við þekkjum okkur vel eða ekki. Þess vegna að því við þekkjum okkur ekki alltaf neitt sérstaklega vel, þá erum við alltaf að rekast á þessu veggi. Þá erum alltaf að dragast fyrir okkur mynd vonbrigða yfir okkur sjálfum og okkur finnst við ekki standa okkur nógu vel. Við reyndum og vildum, það vantar ekki, en við vorum kannski að reyna og vilja á röngum stöðum. Okkur að við þekkjum okkur ekki nógu vel í samræmi við Guð og erum því ennþá að taka þessar eigin ákvarðanir það sem við teljum að sé best. Ég er ekki að segja að menn ekki að taka eigin ákvarðanir og ég held að það sé ekki vilji Guðs að við tökum ekki eigin ákvarðanir því að þannig er lífið, við verðum alltaf að taka ákvarðanir. En hann vil kenna okkur orð Guðs til að við tökum á þessar guðlegu ákvarðanir sem leið eru réttar ákvarðanir. Og við getum alveg tekið þessar guðlegu ákvarðanir og borið ábyrgð á okkar guðlegu ákvarðanum að því við höfum orð Guðs. Ég hef orð Guðs
Og ég, taktu undir þetta með mér, ég get tekið ákvarðanir að vilja Guð samkvæmt orði Guð. Og þá ég nú aldeilis komin á flottan stað með mig sjálfan. En þetta gerist ekki að undan genginni svona svolítum átökum í sér til að koma okkur þangað þar sem sannleikurinn á heima. Og allar vífilengjur og allt hík og hérna svo framvegis sem alltaf að reyna að stoppa okkur, er ekki til staðar. Þetta heitir að trúa, já, sem ég segja í blindni, og það ágætis trúa eiga. Við eigum að trúa í svo kallari blindi, ef við viljum segja það, vegna þess að við treystum orðið Guðs. Við treystum orðið Guðs orðið betur en okkar eigin skoðun. Og eitthvað meira og betra til en mín eigin skoðun. Okkur finnst það stundum, og stundum finnst mér það kannski vera það eina rétta. En stundum minni ég mig á það. En hvað segir orð Guðs við þessu? Ok. Það er bara mótið mér. Og þá verð ég að bakka. Það bara segir sér sjálf. Allt í mér segir mér, heyrðu vinur minn, nú skalt þú bara taka skrefið aftur og bak og taka næst skref áfram í þá rétta átt. Og ég geri það. Og skrefið í rétta átt að ég fer að vilja Guðs orðs. Það að tala sannleikan til sjálfsins. Og það að vera sannur við sig sjálfan að ég sá það, ég þarf að bakka út úr þessu. Og ég þarf að gera betur og ég geri betur í Guði. Þannig vex trúin ásmegin í okkur og við smátt og smátt erum að deyja sjálfum okkur. Við viljum það öll og við tölum oft það, en okkur gengur misjafnlega að gera þessi verk vegna þess að það er svo margt í kringum okkur sem hvetur okkur til hins. Vertu sjálfstæður, vertu öruggur og alltaf það er gott að vera sjálfstæður og öruggur. Við erum sjálfstæðir þá í Guði. Þar eigum við að vera sjálfstæð vegna þess að Drottinn hlutast ekki til það hvernig við gerum, en hann áskilur sér allan rétt þess að kenna okkur kennsluna sem fær okkur sjálfvilju og takt eftir því sjálfvilju til að gera það sem hann vill. Sagði ekki Drottinn sjálfur, það er fullkomnað á krossinum. Jú, hvað er fullkomnað? Engu verður bættið og ekki tekið frá. Það er fullkoma, komið. Ég vil breyta þessu þannig að stinga inn í þessu orði og svo framveg og þá getur ekki Drottinn sagt þetta er ekkert fullkomið. Þú ert búin að setja þetta inn eitthvað sem að stenst ekki. Svo segir hann við mig, Konráð, notaðu orðið eins og ég setja fram og bara sættu við það nákvæmlega og ég sætti mig við það. Með öðrum orðum, ég dæ meira af sjálfum mér. Og meira í mér er orðið virt í Jesú. Og þetta er það sem kristinn maður vill. Og þetta er eitt af því sem Drottinn er að setja í sitt fólk í dag, því hann er að búa til fólk sem gengur samkvæmt orði Guðs alveg. Þetta er ekkert mitt verk. Þetta er ekkert þitt verk. Þetta er bara Guð sem er að styrkja sína kirkju því að hann gerir kirkjuna úr orði sínu. Og þú ert orðið, ég er orðið, við göngum fram í orðinu og að því við eigum til trú og Drottinn treystur okkur fyrir þessu orði. Þetta snýst ekkert þennan einstakling. Þetta snýst ekkert frábæra predikaran sem að heillaði allir úr skónum. Það er auka atriði. Ég þarf trú, ég þarf að sjá Guð, ég þarf að vita hver ég er í Guði og það er vinnan. Er það ekki? Þess vegna hætti maður öllu svona prjáli og svona vitleysu eins og að vera að horfa á menn og mæra menn, því öll eru við breysk. Meina þess að allra flottasti predikarinn sem þú bara fellur fram í hvers skipti sem þetta nafn kemur upp í hugan, hann er líka breyskur og hún. Það er engin fullkomin, það er bara einn fullkomin og hann heitir Jesú. Það var hann sem sagði, það er fullkomnað. Hvað þarf ég meira? Ég þarf ekkert meira. Ég þarf bara trú og að vinna verk trúarinnar til að mynda það að segja sjálfum mér og sannfæra sjálfum mig hver ég sé í Kristi og hver er ég í Kristi. Ég tel mig vera sannan Guðs mann
Sumir tala um það með mér og taka undir það með mér og aðrir gera það ekki. Og þannig verður þetta alltaf. Heimurinn bara hristur höfuðið og það er gott því að þá er maður réttum stað að maður fær heimi til að hrista hausinn og maður aldrei svo réttum stað því að heimurinn er ekkert í Guði. Hann kemur gegn Guði. Hann er með alls konar uppi sem hann vill fá. Nákvæmlega holdið vill fá það. Hvað er annað en holdsins verk að kalla fram og krefjast þess að fóstureyðingar séu til dæmis bara hið venjulega og tilur menn sem eru tilbúin til að rísa upp gegn því eða eitthvað að hrófla við því þó þeir eru ekki til í að rísa upp gegn einu öðru og hafa meira að segja svona undir gefi þetta í skyn svona með einum öðrum hætti. Þetta er náttúrulega rakin villa en ekki fyrir þessu fólki, þetta er bara sannleikur í sjálfum fyrir þessu fólki að þetta á ekki til trú. Við eigum til trú, við getum því ekki tekið undir þetta, það er bara ekki hægt og við vildum það og við vildum það náttúrulega ekki en þó það er heldur ekki hægt því orð Guðs verður að fá að ríkja og ráða. Og það mun ríkja og ráða hvað sem ég er að tauta og raula. Það mun ríkja og ráða og það er best að bara viðurkenna það hér og nú og bara starfa með því að það vill að við störfum saman ég og orðið. Ég út frá minni trú, þú út frá þinni trú og þetta verður aldrei í neinu öðru sem svona. Ég þarf að standa á minni trú og eins og þú þarft að standa á þinni trú, þú kemur ekki inn á minni trú þegar kemur að stóru stundinni, ég kem inn á minni trú, þú kemur inn á þinni trú, þú rektar þína trú og ég rekta mína trú, en við getum alveg stött gott annan í þessum málum og gerum það með mörgum hætti. Þess vegna eigum við til samfélag og við vitum að samfélagið er boðað af Jesú og ekkert minna en það. Og hann sá á krossinum, það er fullkomnað. Hann gerði fullkomið verk og skilaði til jarðar og við sjáum það í kirkjunni og verkum kirkjunar og í orði Guðs sem að styður allt sem kirkjan er að gera. Kirkjan er orð Guðs, hún hefur ekkert nema orð Guðs. Þannig allt sem við höfum reynt að stinga þar inn, það verður allt tekið út aftur. Og orð Guðs skilið eitt eftir því að það er það sem allt á að byggjast á. Og það hefur verið togstreitað þetta allar götur vegna þess að það er svo margir holdsinsmennir í kirkjun hafa verið það í gegnum tíðina og sjálfsagt eru það enn. En drottin er alltaf að henda þeim út svona einum öðrum og svo réttir kirkjan sig af eina ferðin enn og svo koma kynslóðar að fara og kynslóð kemur inn sem að sér eitthvað við þetta til þess að auka aðsóknina. Nú erum við konur út í þá sálma að fylla helst öll sæti hverja helgi. En það er ekkert okkar neitt að vera að hugsa það. Við bara komum inn í kirkjuna, gerum það sem kirkjun er ætlað, punktur og eftir. Og svo kemur margt fólkið að fátt, punktur og eftir. Við höldum bara okkar striki, við erum með orð Guðs fyrir framan okkur, lesum það, erum vel að okkur í því og það nægir okkur alveg. Við eigum ekkert annað nema þetta orð Guðs. Og við viljum að það sem virki bara eins og drottin vill að það virki og hann sér alla rest. Jú, sumir salir eru fullir og þar með þess að bæta við stólu, það er náttúrulega kjöra aðstæður, en sumir salir eru það ekki. Akkur það veit ég ekki en svona bara er þetta. Eina sem við gerum, þetta kristnafólk er að hvetja okkur sjálf og aðra með okkur í þessa átt. Og hann segir, og við segjum, verið heiðarleg við ykkur sjálf. Temjist við heiðarleika við ykkur sjálf og hætti að nota einhverja blekkingar aðferðir því að það er svo mikil uppljómin í því og hvatning í því að vera með þá hugsun uppi að þó ég sé einn, þá er ég ekki einn, það er eitt sem sér mig. Ég man alltaf eftir því þegar þetta lögst upp fyrir mér að ég var einn, en þó var ég ekki einn, ég var með Guð með mér og ég sagði það er eins gott að hegða sér vel þó maður sé einn. Þetta var mjög mikil opinberun fyrir mig, ekki svo að skilja ég að vera að pukrast eitthvað, ég hef nú aldrei verið sámaður að vera að pukrast með eitt eða neitt. En þetta var svona ákveðið ljós sem ég fekk yfir þetta og þetta er ljós sem hann vill varpa yfir þig líka, ekkert vera að pukrast með eitthvað einn sem er rangt, því að Guð sér það.
Þannig við erum ekkert að þessu til að ögra honum. En ef við værum það, ef við værum að gera einhvað einir í leynu svo kalla, því hann veit þetta er allt opið fyrir honum. Akkurju? Það er eðlilegt, hann býr í þér. Hann er það sem þú ert. Hann veit upp á punkt og prikk hvað þú ert að gera. Allt þetta er svona litli punktar en rosalega mikilvægir punktar upp á það að haldast uppréttur á þessari göngu og hver vill ekki haldast uppréttur á göngunum í Jesú. Ég veit að kristinn maður hann þráir það. En ég veit líka baráttuna sem hann er að berja. Að ég berst með honum þar í sjálfu mér. Og þetta er trúagang, hún er svona. Við berjumstum í sjálfum okkur mest við að gera verktrúarinnar sem við viljum og þráum og gerum oft, við megum ekki gleyma því, og vöxum ásmegin í og gerum oftar vegna þess að trúin er alltaf að vaksa, fá hún einhver vaksta skilir þá bara vex hún og tekur yfir meira fleiri svæð í þér, þannig að þú gerir oftar og þetta guðsverk sem þú vildir alltaf. Ég veit alveg hvað kristinn maður vill, hann vill gera guðsverk. Og þess vegna erum við að gera svona þætti og aðra góða þætti til þess að hvetja menn í þessa átt, engar skipanir, engin boð og bönn, en eitthvað sem við þurfum að vera með yfir okkur, að því við þurfum hvatninguna. Það er alveg nóg að hinu, skipunum og skömmunum, en við þurfum líka hvatninguna og við eigum að hafa það úr munni hvors annars. Þessin er samfélagi. Það er til að hvetja hvert annað með munni okkar, góðum orðum. Og það getum við svo hæglega og gerum oft, við getum nú hælt kristnum mönnum fyrir margt sem þeir gera, en mættu kannski gera oftar, en er hængur á og hann er sá að okkur líður svona og svona. Við erum að lendi í alls konar, að við erum að hleypa svo mörgu að okkur. Við erum ekki með aðskilnaðin alveg á hreinu alltaf. Þess vegna erum við að hleypa svo mörgu að okkur og við erum jafnvel með fólki kringum okkur sem er ekki að gera okkur neitt gott. Ekki svo að skilja þetta fólk sé eitthvað verri en annað fólk, en bara fólk er svona. Og talaðu þegar við þetta kristnafólk erum í samneyti við vantrúaðar manneskjur og þá erum við bara að bjóða leiðindunum heim. Því að þetta er svo ólíkt. Þú spyrðir ekkert heim og trú saman. Þetta er ólíkt og verður áfram og er þarna til að vera ólíkt, til að þú sjáir og skilir sjálfur þennan aðskilnað sem þarf að verða á trú og vantrú. Hún er alveg skýr. Þetta er sitt hvor hugsunin uppi. Vantrúin er alveg saman þú segir ykkur á fósturinn, hvað var það með það? Við segjum, þetta er rán. Þarna er komin veggur. Þarna er komin ásteytingasteinu, steinn sem þú munt aldrei geta sætt. Annarkvort færðu hinn með þér eða þú hefur hann áfram á móti þér í þessu. Að það sér ekki það sem þú sér og heldur áfram á sinni braut og sér ekkert rangt við þetta, en þú sér allt rangt við þetta. Og þú sér að þarna er alveg himinn og haf og milli í afstöðu og samt ertu hangandi utan í þessu alveg lón og dón bara til þess að koma lemstraðir heima á hverju kvöldi, jafnvel. Sjáðu ekki, við þurfum að aðskilja okkur. Við þurfum að velja það sem er okkur nær og söfnuðurinn er okkur nær, kirkjan er okkur nær og fólki í kirkjun er okkur nær því að það er þarna megin allavega með þér. Vertu viss það. Þú ert að vera það sem þú ert vissum að ákveðin afstaða sé uppi en ekki bara einhver afstaða hjá fólki eins og er í heiminum. Hann bara tekur við því sem hann heyrir og hleypur með það og þetta vitum við. Ef við megum ekki vera þar. Og ef við erum það, þá hefur enn ekki orðið þessi aðskilnað sem þarf að vera í Jesú nafni. Og hver gerir hann? Hver annar ég sem vel og segi við sjálf ég ætla að hætta þessu og ég ætla að fara þanga þar sem að þetta er ekkert verið að nefna þessi mál. Og maður þá ekki að vita þetta, þó maður reyndi það, þó kæmis maður ekki tjá því að vita það vegna þess að þetta er allt í kringum hann. Þannig við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af því að við vitum ekki eitt og annað sem við kannski vildum ekkert vita En svona lífið. Og segir ekki orðið sjálf, við erum í heiminum eins og heimurinn er. Og við vitum alveg hvernig hann er.
hann allur á hvolfi. Vantrúin búin að setja hann alveg á hvolf. Og vantrúin búin að koma því svo til vegar að við erum ráðalaus, við vitum ekki hvernig við eigum að leysa eitt og annað. Og þetta ekki rétt? Við erum ekki þannig. Þess að ég og þú í kirkjunni sem trúa mannski, það allt á kletti. Það allt kyrrt og stillt. Það allt í lagi. En það fólk eins og ég og þú, breyst eins og ég og þú, við erum ekki fullkomin. En við þjónum honum sem fullkomin hann heitir Jesús, og við viljum æ meira líkjast honum og megum það og getum það, en við gerum það ekki upp á eigin spýtur. Við leyfum orðin að mata okkur að því leyti til, það segir okkur allt Jesú. Og segi ég, þetta betra svona. Og Drottinn góður, hann gefur okkur opinberan alls konar, og ég segi, já, þetta það sem ég vill, og ég ætla að fylgja þessu. Og það alveg öndvert jafnvel við allt sem ég hef fylgt áður. Þetta nýja afstæðan sem Drottinn vill setja í þitt hjarta, því hann að gera okkur gott, og við sjáum að þetta miklu betra. Við eigum að velja það sem miklu betra, en ekki það sem miklu verra. Þannig að við sjáum að við getum ekkit bulla með heiminum. Hann þarna og hann mun bulla áfram, en við getum ekkit verið þar. Bara því miður, þá segi ég það, að við getum ekkit verið þar. Það ekki hægt. Hvernig ætlar að spyrða rétt og rangt saman? Það ekki hægt. En við erum alltaf að reyna það, að við viljum alltaf einhvern veginn fljóta með bara. Það ekki vilji Guðs að við fljótum með, tökum afstöð, við stöndum upp og rísum gegn sumu. Ekki þó með einhverjum látum og hasar, það ekki í eðli Guðs eða Krist, ef við gerum það vegna þess að Drottinn að bjóða það. Og hann hefur allt vald á himni og jörðu, og hann notar þín orð til þess að koma þessi í kring. Þannig þú lyftir upp nafni Jesú í öllu svona sem þú kallar sigur fyrir þig, og það eru til fullt af sigurum í Jesú nafni, og þeir eru allir til góðs fyrir þitt líf og líf margra einnig, því að það svo margt sem lagast af því þegar að Drottinn kemst að til þess að rétta af. Oft hefur maður ekki séð þetta, að Drottinn kemur og réttir af og það lagast allt í kring. Akkur, því þú varst þar og þú varst að biðja, þú varst að tala þetta út í Jesú nafni. Þeir gefið þetta vald. Ertu að nota þetta vald? Ég örugglega hefur notað þetta oft eins og við öllum hefum gert, en kannski mættu við nota þetta ofta, sem alltaf spurning hvernig við eigum að gera þetta. En í dag dagur til þess að lýsa yfir trúsinni á Jesú, og í dag nýr náðardagur, og það ekkert minnið það. Hvernig ætlum við að nota þennan nýja náðardag? Ætlum við að nota til þess að eflast í trú, eða ætlum við að nota hann til þess að bulla ykkur að þvælu með heiminum sem að gráta sig í hel? Við verðum að skilja okkur frá þessu og vera gleðina megin, og þá erum við kirkjuna megin, því að það gleði, það ríki gleði. Ég sé nú enga gleði þar, segiru. Ég get ekkit gert að því hvað þú sérð og sérð ekki. Ég veit ekkit það, ég þekki kirkjuna og ég þekki þessa gleði sem kirkjan og gefur. Ég veit, ég svo ber enga ábyrgð á því hvað menn segja frekar en þú, og þeir bara halda áfram að segja það sem þeir best vita. Það ekkit allir, kæri vinir, sem þekkja kirkjuna eins og ég og þú sem eigum kirkjuna í hjarta okkar og erum að sinna átt kirkjan. Það ekkit allir þarna. Þessin erum við að boða. Þessin erum við að biðja Krist fyrir þessum og hinnum, að því viljum að við komi með okkur þanga, og þá verður hann bara eins og við, hann þekkir þetta og lofa þetta og vill ekki hitt lengur. Og hann kemur gegn mörgu sem að heimurinn að gera, að því heimurinn að kaffara sig í vitleysu, og við vitum þetta. Alls konar verkum sem við erum að sjá bara tóm vitleysa, og ekki bara vitleysa, heldur háskaleg vitleysa. Þetta út allt. Þetta út allt, kæri vinnir, og verður áfram. Eina mótaði þarna Jesú. Og akkur ættu við núna að hætta að boða Jesú með þá vörunum, að hann sé eina mótaði við þetta ruglar. Og hann það. Og ég vil vera þar sem að ruglið ekkert. Bara stendur og nulli. Þar vil ég vera.
og öll viskan bara í hæstum hæðum. Þar vil ég vera og ég get verið þar. Mér var boðið að vera þar og ég hef verið þar í yfir 30 ár, 35 ár og ég ekki að fara neitt. Og ég verið yfir við að tala þetta og segja frá þessu, að því vil að aðri menn viti þetta og taki ákvörðun fyrir sig að koma. Ég gef ekki neinum neitt og enginn gefur neitt af sjálfu sér þarna. Það bara færi þetta að gjöf frá Jesú vegna þess að það verið að boða og biðja. Þannig við hjálpumstum að við þetta, en Jesú sá sem tekur ákvörðunum fyrir hvern og einn hvort hann kom eða ekki. Akkur kom ég? Veit það ekki, en ég kom. Akkur komst þú? Þú veist það líklega ekki heldur. Þú komst og þannig þetta. Við hefum engan þátt í þessu nema það að við vorum að biðja, sem nú léttasta verkið af þessu öllu. Gangan eftir. Við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur á henni því að sjálf erum við á göngunni, sjálf byrjuðum við fyrir áratugum eins og ég og við erum hérna enn. Við höfum ekki farið óstödd í gegnum þetta. Kristur hefur haldið í hönd okkar allan tíman og hann gaf okkur allt sem að þarf til þess að við styrkistum saman og það heitir samfélag. Samfélag kristina manna og það mikilvægt. Það líka gjöf frá Guði því hann veit alveg hvernig við erum. Og við vitum sjálf, ef við ígrundum það eitthvað tíman, hvar stæðum við, kæru vinir, ef við hefðum ekki samfélagi til að stinga okkur inn í og aðeins að létta á okkur. Hvar værum við þá í dag? Við værum öll horfin af vellinum. Hvert einast á okkur værum horfin á vellinum. Þannig bara það. Þannig að við þökkum fyrir það sem við eigum og eflum og styrkjum það sem við eigum að því við eigum það. Já, við eigum þetta. Sjóðu heiminn. Hvað á hann? Hann náttúrulega hefur alveg allan aðgang að kirkjunni en hann þarf að fá þessa gjöf. Og við veitum hvernig hún kemur. Jesú gefur hana. Kannski fyrir þína bæn og mína bæn. Hvað veit ég? En þetta það sem okkur uppálagt að gera. Og við eigum að bera elsku til þessara manna og kvenna í heiminum og gerum það svona með vissum hætti, en við sjáum alltaf ruglið sem þar. Og það heldur áfram að því að sá sem að stjórna því ruglmestarinn sjálfur Satan. Hann mestari í öllu rugli og rugglingi og ringulreið. Það allt hans. En við erum ekki þeim megin. Við erum í skipulaginu. Við erum undir skipulagi Guðs. Við erum undir því sem Guð gefur. Við erum ekkert merkilegra fólk. Enginn skal halda því fram. En við erum þetta. Að því Guð vildi að við værum þarna. Til hann geti sýnt mátt sinn í gegnum sitt fólk, þetta kristna fólk sem heilsteypt í sinni trú og það eru margir heilsteyptir í sinni trú. Þú sér það kannski ekki, þú sér kannski ekki neitt, en Guð sér allt annað. Hann sér fullt af heilsteyptu fólki í sér í Jesú nafni sem að gera það sem hann að bjóða. Þannig við afskrifum ekki þetta fólk. Það getur vel verið að einhverju gerir það, en við gerum það ekki. Og Guð forði okkur frá því að nota slíkt orð gegn systkinum okkar. Það á ekki að líðast, það á ekki að vera. Við höfum að bera virðingu fyrir þessu fólki að það á sama stað og við. Það að lofa sama Guð og ég og við höfum átt að lofa saman Guð í kringumstæðanum og aðstæðanum. Þess vegna komum við saman til þess að lofa Guð. Það ekki rétt hjá mér. Og hver viðurkennir ekki það sem á annar borð sækir samkomur að þetta honum nauðsynlegt. Hann verður að gera þetta fyrir trú sína, fyrir sjálfan sig, fyrir bara heill sína og hamingju. Og hann kemur inn í stundina og fer þaðan út, yfirleitt betri manneskja, já oftast betri manneskja, vegna þess að þetta alltaf staðar á þessu stöðum, en þú voru að koma, þú voru að finna andrúmið og vera inn í þessu andrúmi til að fá það 100% til þín. Við erum með heimsendinga þjónustu á netinu og það gott mál, ég ekkert að kvarta neitt undan því. En ég segi eins og margir aðrir, komið frekar á stundirnar. Það alltaf nú pláss í þessum sölum, þannig að það ekki málið. Verðið með í andrúminni, verðið með í hljómfallinu og orðan sem að töluður úr púlti og svo framvið, það allt annað umhverfi að eiga við. Ég segi hitt svona viðbót við þarna, að því við nennum ekki á stund núna því það er svo mikið að gera í okkur og við förum ekki á neina stund
og við erum náttúrulega konni með þetta kerfi og að við erum með netið og allir eru náttúrulega með netið og það allt saman og þeir sé bara horfðu bara á það netun í dag. Máttu alveg, þetta þarna, þetta beinsending og allt saman það, þú ert í rauntíma að horfa á þetta, en auðvitað færðu áhrif af þessu, ég hef hort á þetta og ég fengi þessu áhrif þaðan, en ég segi líka þetta er ekkit sama og að vera í salnum, það sem þetta er allt að gerast. Þetta er svona aukabúkarinn sem er ekki alveg góð eins og aðalbúkarinn, sem er bara kirkjan sjálf og sviðið og stólarnir og fólkið og allt það. Þannig að við þökkum auðvitað fyrir það að þó að geta hort á þetta beint á internetinu, en það má og það á að tala líka um það að þetta sé ekkit sami hluturinn. Þú sem hefur tök á því að koma, en nennir því ekki, það er bara þín leti sem er að hefta þig. Og ég held að Drottinn sé nú ekkit sérstaklega hrifinn af leti durgum eins og mér og þér. Við þurfum stundum að taka í hárið okkur og rífa okkur á lappir. Og við gerum það að við eigum orðið það mikla trú öfluga að trúin okkur, hún segir ekki sitja hérna, farðu bara á samkomu og við förum á samkomu. Svo náttúrulega bara temjustu og venjustu við samkomunar og þær verður okkar afskaplega tamar og þá hefur við sigurinn nýst. Þó ekki svo að skilja að við getum ekki hort á samkomur og netina, að vísu ger ég það sjálfur mjög lítið. Ég gerir mjög lítið að því að horfa á samkomur og netinu og ef ég er heima einhverju lauta vegna og eitthvað að vera í kirkjunni að þá horfi ég auðvitað á þetta þar en yfirleitt ekkert annað. Af hverju? Er þetta svona sérvitur? Já, ætli það ekki. En þetta er svona bara mitt lag á þessu og ekkert meira um það að segja. Þú hefur þitt lag á og þína sérvisku og ég hef mína sérvisku á mínu lífi og það er allt í lagi, það er ekki rangt við það. Við erum bara manneskjur sem erum að reyna bara að gera það sem er rétt. Og það er ekki endilega rangt við það að vera heima. Þó betra væri að vera á staðnum. Hvað var það mig um það? Þetta er bara þitt val. Alveg svo ég er vel fyrir mig að fara á stundir, þá velur þú að horfa á þetta á netinu. En ég segi, og þú veist það sjálfur og fær móral í hvers skipti sem að þetta er sagt, að það er betra að vera á samkominu og svo í þessi handrúmið á staðnum. Því verður aldrei breytt. En þú auðvitað velur fyrir þig, alveg eins og ég er vel fyrir mig. En þetta er möguleikarnir í dag. Við erum með þetta allt hérna fyrir framan okkur og innan okkur og með okkur, en samt er Guðleysi alltaf að vera meira. Og meiri háværari raddir sem að tala gegn öllu sem er kristilegt og til menn sem að ég raun hafa gefið yfirlýsingu að verði eitthvað hróflað við hérna fóstureyðingunum og kynvillan sem er nú komin í tísku í dag, og þá muni standa upp á afturlöfnina. En þeir vilja gá engar yfirlýsingar neitt annað. Sjáum á hvað stað þetta er allt saman og hvar menn eru staddir í raun og veru. En þetta er ekkit mitt áhyggjuefni eða mitt að dæma því alveg þeir alveg eins og ég getur valið það sem ég vil og ég held að blandist engum hugur um það að ég vel krist, hvað sem aðrir gera. Af því ég má það og ég geta og ég geri það. Af því ég þekki krist. Ég starfa með honum áratugum saman og ég er enn að starfa með honum. Hann með mér og ég með honum. Þannig við erum ágætis kunningjar. Við þekkjumstum ágætlega. En það segir hann sjálfur, veginn sem að ég fer þekki þér. Þetta er nú bara, hann staðfestir þetta. Veginn sem ég fer þekki þér. Og þetta finnst mér stórkostlegt. En hvað með þig? Þekkir þú veginn sem Kristur fer? Ég bið að svo sé. Því að þú getur alveg eins og ég þekkt hann. Og Drottinn sagt þetta við, veginn sem ég fer þekki þér. Þetta eru mikil orð. Ég man alltaf eftir því hvað þetta svona gladdi mig þegar ég heyrði þetta og ég skildi, já, ég þekki þennan veg. Þetta segir mér líka, heyrðu vinur minn, þú ert alveg án afsökunar. Þannig að þú heldur þig bara á þessum vegi
Og hvað er þessu vegi? Orð Guðs. Þannig þú fylgir því og ert ekki að reyna neitt annað. Já, ég fylgi því og er ekki að reyna neitt annað. Ég vil ekki reyna neitt annað. Ég vil reyna meira af orðið Guðs. Og ég veit hvernig ég geri það. Ég geri það með minni trú og mínum heiðarleika og minni sanngirni og elsku til Guðs og manna. Þetta vil Drottinn gefa mér og þér og gefa mér og þér mikið af. Hann er ríkur. Hann er ekki fátækur. Hann er ríkur. Hann er ríkur á öllu þessu. Hann gefur manninum eins og hann getur tekið við og gefur svo meira þegar hefur sjatnað og maðurinn búin að vinna úr því og gera að sínu það sem hann hefur þegar fengið, þá bætir hann við að meira á góðu og þú skilur aðeins meira hvað þetta snýst og þér finnst vera akkur í því. Þetta er það sem að trúin vill gefa okkur. Og vill gefa okkur og margir að þykja meira af og meira og meira og meira, af því það er nóg til. Drottinn og orð Guðs vinnur þannig, það er alltaf rými til fyrir meira orði. Alltaf til aðeins meira rými fyrir orðið. Og það sem að fyrir það er bara áfram að vinna í þér. Svo bætist þetta við og sumt af þessu nýtt sem þú ert komið nýjan skilning á jafnvel. Vegna þess að það er alltaf vöxtur í Kristi. Endalaust að vext í Kristi. Það er engin lognmolla þessi Kristur er. Og þú ert kristinn maður og það er því engin lognmolla í kringu þig né í þínu lífi. Það er stöðugur vöxtur. Rætur að dýpka og greinar að vaksa og fjölga og svo framvegis og svo framvegis. Þetta er að trúa. En þetta er það eina sem að sumir eru tilbúin til að rísa upp gegn ef að eitthvað í heiminum verið að hrófla við ykkur í heiminum sem þeim finnst vera svakalegur akkur í, en maður spyr sér býtu við hvað er svona mikill akkur í þessu. Þetta rekst allt á. Þetta er sitt hvor sjónamiði og hvort er réttara. Þetta er það réttara sem Guð er með, sjónamiði hans. Mitt er jafnvel rangt og þitt. En sé ég mér sjónamið Guðs uppi, þá er það rétta nálgunin. Þetta hefur maður lært og þetta vil maður boða. Og já, þess vegna berjast fyrir í Jesú nafni að hætti Drottins. Já, hann getur barist en hann berst fyrir með sínum hætti. Og hann skilar árangri með sínum hætti því hann er góður. Hann kemur fram við fólk með virðingu og í kærleika og það ríður raun og veru allum koll, öllum fyrirstöð. Og þetta vitum við. Eins og ykkur sagði það góða sigrar alltaf á lokum. Þetta er mikil speki. Og Guð gefa okkur að eignast þessa speki því þetta er svo satt. Þú þarft ekki að stoppa neitt lengi við þetta til að sjá sannleikan í málinu. Og ég veit að þú er oft séðan. Ég veit líka að þú er oft gengið út á þetta. En þú eins og ég og við öll höfum þurft að berja svolítið fyrir þessu og mest í okkur sjálfum þar sem öll togstreitan er fyrir mig. Hún er öll í mér og ég veit að þú getur sagt þetta fyrir þig og þetta er allt í mér. Öll þessi átök búa í mér. Af hverju? Af því ég er hold og ég er andi. Þessi tvö öfl. Og þannig verð ég eins og gesp á gólni. Það er langt síðan að maður átti að þessu á því að svona verður þetta og ég svo sem harma það ekki neitt. Þetta er bara eitthvað sem maður hefur sætt sér við og veit af og það veit þar með að við þurfum að takast á við þess að trú okkar. Að trúa eru endalaus átök og þannig framsetta Guði til þess að við þó séum vakandi í þessu öllu saman. Og við náttúrulega trúin segir okkur, sýnir okkur og staðfestir þennan veikleika í okkur og við viðurkennum þennan veikleika sem gerir trúna okkar alvarlegri fyrir okkur. Og ég verð að vera með trúna uppi ofarlega til þess að maður bara fái staðist frammi fyrir Guði og svo er komið með trúna í mér og þér að við viljum það. Þess erum við að þessu. Við viljum það og taka uppörfa og hvetja aðra til sama. Því þetta er verkið. Trúin í dag skiptir öllum máli. Trúin í gær, hún er búin, en trúin í dag er það sem við þurfum á að halda. En það er komin tími og þetta var góðu þáttur í okkur í dag eins og allir aðrir. Konráð kveður og heldur þessu áfram að viku liðinni.